komið sæl. Það var í grunninn suðurlega átt hjá okkur í dag og var nú sæmilega milt sérstaklega austanlands þar sem að hiti fór hæst í 15 stig á Hallormsstað og verður suðurlega átt hjá okkur á morgun eða suðaustlag því að það er skilað að nálgast landi hér í þessum töluðum orðum. Við sjáum að það er sæmilega kröpplægð hér rétt suðaustur af hvarfi og þetta kerfi er að fikra sig áttan landinu. Skilin koma hér inn á suðvesturströndina og upp á miðnætti og leita síðan norðaustri yfir landi þegar líður á nóttina. Og lægðarmiðjan sjálfa, lægðin endar síðan hér úti fyrir suðausturlandi annað kvöld og við tekur á aðeins vestlægari átt, fyrst hér vestan til á landinu. Og hvað var hitafarið þá sjáum við þannig svona lítunga í þessu á undan skilunum en síðan kólnar nú aðeins í þessu hjá okkur þegar að líður á morgundaginn þó er ekkert að kóla neitt verulega en við ætlum að kannski finnum aðeins mun á hitatölunum og sjáum hér klukkan 19 og það er farnar að þéttast þrýstilínur hér suðvestan til á landinu og grillir svona í skilin suðvestur af Reykjanesi og þetta færist allt saman hægt og bítandi nær og bætir í vind og þykknar upp og miðnætti fara að rigna nokkuð víða hér sunnan og vestan til á landinu. Skilin leita norðaustri yfir landið og verður svona, það er svona öllu slitróttir úrkoma þegar norðar dregur og ekki víst að það rignir nema bara rétt á köflum á miður Norðurlandi en síður á norðaustur horni landsins. Í fyrramálið klukkan 8 verður staðan á þessa leið. Við sjáum að hitatölur svona almennt á bilinu 5 til 8 stig. Rignir mest úr þessu skilum á suðausturlandi þegar hér er komið við sögu. En slitrótt að öðru leyti og jafnvel að það rofi til hér vestanlands allan tíma í fyrramálið. Og síðan kemur svona halinn á þessu skilum. Hann er búinn að vefja sér utan lægða miðina, þannig að við fáum inn annan bakka upp úr hádegi á morgun og getur því ringt aftur tíma sunnan og vestarlands en ætti að vera þurrt þá og bjart norðan til á landinu eins og þetta korp með sér. Og við sjáum að hitatölur það er svona aðeins dalað, þetta er svona daghiti sem við sjáum hér tveggja staða hiti til fjalla getur því auðvitað gert slítu að jafnvel snjókomu þegar að komið upp í einhverja verulega hæð en síðan hreyfist þessi lægð til austurs verður vestlægari átt hjá okkur þegar komið er inn á 1. maí þar að segja baráttudag verkalýðsins og það er svona aðeins að sjá úrkomu allan að fyrstum sinn á 1. maí sérstaklega þá vestan og norðan til á landinu en gæti ringt hér allra austast svona í morgunsárið. Hitatölur eru svona ekkert sérlega háar og það sem gerir síðan er að það verður smá saman minni úrkoma í þessu einhverjir þéttingablettir í fjöllum hér vestan og norðan til á landinu en skýjað að mest á þeim slóðum en bjart suðaustan og austalands allan nokkuð víða. Og á 15. kvöld eða að kvöldi 1. maí þá verður staðan á þessa leið og við sjáum að hitatölur inn úr hvergi að slá í 2 stafa tölu og síðan ætlar að halda áfram hér með vestlæga átt sem verður að mestu leyti þetta 5 til 10 metrar á sekúndu fram á föstudag, jafnvel að bæta þessi úrkomunu aðfara nótt föstudag sem síðan verið slóftið ætla að þotna og það rofar jafnvel nokkuð víða til þegar komið er fram á föstudaginn. Og svona 5-10 stæði hiti á föstudaginn gæti hér suðaustanlands fari í þetta 13-14 stig og svo þegar komið inn á helgina þá ætla næsta lægð og næstu skil að koma inn á laugardaginn, það gerist síðdegis og við fáum svona örlitla innspýtingu af hlýra lofti aftur þannig að hitatölur allan á norðanlands gæti fari í þetta 15-16 stig. En örsnögt síðan hér yfir til Evrópu, það er skúralenga víða í Skandinavíu og hæðasvæði síðan í miðhluta álfunnar. Sólríkur dagur og hitatölur þar konar vel yfir 20 stig en síðan þegar komir hér aftur vestur og Íberíuskagana og sérstaklega í Portugal og vesturhluta Spánar og það ætlar að vera rigningadagur í vændum á morgun. En meira það síðar, verið sæl.